Já, hérna sem sagt þetta sem við vorum að hér í glasið. Hér eterinn, vökvinn í þessu, eterinn. Hér loftdæla, ykkur rafmagni. Og hér svo bara þessi kraninn sem ég bý til að tempra hérna loftið hérna inn. Klemmi bara hérna rörið svona bara saman, eða slönguna. Og já, svo bara kveikjum við á þessu. Það sem gerist núna þegar við kveikjum, þá sjúgum við hérna loftið hérna úr hér á milli og hér verður lofttæmi og þá fer vökvinn að sjóða. Bara hér inni bara eitthvað 20 gráður whatever. Kveikjum á þessu og sjáu þið, hann byrjar að sjóða strax. Strax og lofttæmi kemur, þá byrjar hann að sjóða og nú hann sem að fara úr vökvafasa yfir í gasfasa og þá kólnar glasið. Þetta er hitamælir, við fylgst með þessu. Það er 16 gráður og nú bara kólnar þetta hægt og rólega og það myndið svona dögg hérna utan á, 2 gráður og bara sprauta smá vatn á þetta. Við erum bara eftir þetta frjósi. Þið séu að nú er búin að minnka aðeins suðan. Ef við hleypum smá hita inn í kerfið. Ekstra aftur. Minus 10 gráður. Nú getur við frosið við. Sjáðu. Nú er glasið frosið við plötuna. Þið sjáu að hérna rýmir hérna utan á þessu. Þannig að við það að svo búið til lofttæmi. Þannig að vökvinn sé í lofttæmi. Engin þrýstingur á honum, þá eykst bilmilli sameinda sem þýðir það að þær taka til sín orku úr umhverfinu og verða gufur og fara út. Þetta er kaldi hlutinn í varmadælu eða ísskáp. Já, bara örstuttar en það sem við vorum að gera. Hér er glasið. Hér búum við til undirþrýsting eða vacuum með því að sjóða loftið út og þá er engin sameind hér og engin þrýstingur ofan á vökvann. Og það getur að sameindinnar farið í sundur, lengra til að milli þeirra og við það að það slíta tengin að þá fyrir þær orku og þeir eru að hreyfast fram og aftur, orkan kemur úr hreyfiorkunni og þá kólnar. Það taka orku og fara henni í annað form, við það taka hann úr umhverfinu, þá kólnar umhverfið. Fasaskiptin að fara úr vökva yfir í gas sem er suða, kælir krefst orku sem kemur úr umhverfinu. Vökvinn kólnar og glasið kólnar. Í varmadælu þá er þetta kaldi hlutinn og þú þurfum að bera síðan hérna orku af þessu hita sem er vatn eða loft úr umhverfinu til að hita kaldan hlutan svo hann haldi áfram að geta gufað upp.